3. maí var samningur Evrópubandalagsins og aðildarríkja EFTA myndun Evrópsks efnahagssvæðis undirritaður í Oporto. Deilt var samningin allt árið af stjórnmálamönnum hér á landi og sérfræðingar voru ósammála hvort íslenska stjórnarskráin heimilaði hann. En þá á bara að breyta stjórnarskránni með lögformlegum og löglegum hætti en ekki bara að brjóta hana og beygja. Niðurstaða okkar svo að það sé ekki nú tilefni til slíks. Hlé á störfum Alþingis í sumar var óvenju stutt því nýtt þing kom saman þegar 17. ágúst til að fjalla aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Markmiðið þá var að afgreiða málið frá Alþingi 20. nóvember. Strax á fyrstu dögum þingsins var ljóst að veruleg átök yrðu EES-samninginn. Meðal annars lýsti Eyjólfur Konráð Jónsson, þáverandi formaður utanríkismálanefndar, sig andvígan stefnu ríkisstjórnarinnar í málinu, sem var til þess að þingflokkur sjálfstæðismanna ákvað að skipta formann í nefndinni og var Björn Bjarnason kjörinn í stað Eyjólfs Konráðs. Þingmenn Alþýðubandalagsins ákváðu að afstöðnu miðstjórnarfundi í júní að hafna samningnum og leggja áherslu á tvíhliða samning við EB. Hinn flokkurinn sem sat í ríkisstjórninni sem hóf þáttöku í EES-ferlinu, Framsóknarflokkurinn, klofnaði í afstöðu sinni. Á flokksþingi í nóvember var samþykkt að vafi væri á að samningurinn stæðist stjórnarskrá og að vafan bæri að túlka henni í vil. Formaður flokksins lagðist gegn samningnum en varaformaðurinn ekki. Það engin blómabrekka inni á Evrópska efnahagssvæðinu. En það mikill misskilningur að halda að það sé einhver blómabrekka þar fyrir utan. Þá kom upp klofningur innan kvennalistans þegar fulltrúi þingflokksins í utanríkismálanefnd Alþingis, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ákvað að sitja hjá við afgreiðslu samningsins. Einnig ljóst að 2 þingmenn Sjálfstæðisflokks að minnsta kosti, þeir Eyjólfur Konráð Jónsson og Eggert Haukdal, eru andvígir samningnum. Stjórnarandstaðan flutti á Alþingi frumvarp að breyta stjórnarskránni þannig að þingið gæti samþykkt valdaframsal til erlendra stofnana. Málinu var vísað til ríkisstjórnarinnar. Krafa þjóðaratkvæðagreiðslu fór vaxandi þegar leið á árið og var meðal annars sett fram af öllum helstu launþegasamtökum landsins og samstaða óháð Ísland, samtök sem börðust gegn samningnum, fékk 34.000 Íslendinga til að skrifa undir áskorun til Alþingis að leggja málið í dóm kjósenda. Tillaga þjóðaratkvæðagreiðslu var hins vegar felld á Alþingi í nóvember. Já sagði 28, nei sagði 31. 1 greiðir ekki atkvæði og 3 eru fjarverandi. Tillagan þar með fallin og kemur ekki til frekari afgreiðslu. Síðan hafa fjölmörg samtök og jafnvel einstaklingar sent forseta Íslands áskoranir að undirrita ekki samninginn og knýja þannig fram þjóðaratkvæðagreiðslu. Leyfi mér að óska háttvirtum til alþingismönnum og starfsmönnum þingsins, svo landsmönnum öllum, gleðilegra jóla og farsæls nýjárs. Þegar fundum Alþingis var frestað 22. desember fram yfir áramót hafði ríkisstjórninni ekki tekist að fá aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu samþykkta á Alþingi, þótt ljóst væri að málið nyti meirihluta stuðnings á þingi. Þegar Svisslendingar felldu EES-samninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu í byrjun desember var ljóst að hann tæki ekki gildi fyrr en mitt næsta ár í fyrsta lagi. Stjórnvöld hér á landi töldu að í ljósi þessa væri brýnna en ella að afgreiða samninginn strax en stjórnarandstaðan var annarrar skoðunar. Þessi samningur auðvitað gildir ekki lengur, það verður að semja upp á nýtt og þar með þá verður að leggja nýjan samning fyrir öll þjóðþing aðildarríkjanna að EES. Það Ísland sem tekur mesta áhættuna af því ef þetta mál dregst á langinn. Hinir hafa annan kost sem inngangan í Evrópubandalagið, það höfum við ekki. Þess vegna á ekkert ríki eins mikið undir því komið að við staðfestum þennan samning í allra fyrsta. Fulltrúar atvinnurekenda, launþega og sérfræðingar í efnahagsmálum sögðu hins vegar. Vegna tollalækkana þá má reikna með því að þjóðarbúið tapi töluverðum fjárhæðum á næsta ári. Og eins töluverður hópur fyrirtækja sem beinlínis hefur verið að gera sínar áætlanir bæði framleiðslu, sölu og þjónustustarfsemi líka sem að miðuðust við það að það getur komist í gang hið fyrsta fyrir vorið. Þegar við komum að málinu eftir áramót, ef við ætlum að vera með, þá öllu leyti betra að við séum búin að gera hreint fyrir okkar dyrum, gagnvart okkar samningsaðilum og hinum aðilum málsins. Það sem hefur Alþingi varið meiri tíma til að ræða EES-samninginn en öll þjóðþing hinna EFTA-ríkjanna til samans. Á blaðamannafundi í Genf í byrjun desember lýsti utanríkisráðherra framgangi mála á Alþingi þannig. The Swiss, as you know, have their tradition of direct democracy.
The Icelandic parliament, being the oldest parliament in the world, has rather unique traditions of unlimited verbosity. That is a problem and rather boring, but if you have the physical endurance, you will sit it through. Thank you.